Á þetta að vera eitthvað næra? Já, setja þetta smá nær. Það bara svona flott. Ok, byrja upp á nýtt kannski, þetta var snarlegt. Nei, bara höldum áfram, bara... Skotin. Byrjað. Þannig að myndin hana sem kemur á okkur 3, kemur eftir 3, 2, 1, núna. Hvað áttu að vera eitthvað, ef að vera eitthvað svona partí? Nei, við erum bara að byrja upp á nýtt. Góðan dag, hvað segir gott? Bara fínt, takk fyrir mig, góðan dag. Heyru, já, áður en ég byrjaði að setja í hvernig þetta áður en mamma drepu mig. Af hverju ennþá með heyrnardól, ég veit það ekki. Þá er ég að kynna ykkur. Við erum sem sagt með gest seinustu viku, Andri Björns, segðu hæ. Hæ, mættur áttur. Og úr þætti 1 og úr þætti 2 kominn Telma. Hæ allir, tjók. Eins og Andri kalla okkur Durex-sískinin. Durex-sískinni. Sem þetta grjótart nafn. Já, vissulega. Við erum komið nýjan spons á hana þátt. Eða bara í þessum þætti, það er partybúinn með þessa geggjuðu Ólafsblöðru. Mjög flott. Úps. Svo er ég og Andri í mjög flottum peysum frá Coolbet. Telmi var ekki búið með í það. Ég er líka í sokkum. Já. Þetta er þetta grjótarri sokkar sko. Grjótarri sokkar, veit ekki hvort það sjá það. Ég kom ekki í neinu öðru. Og Böss-Læðslubanka svona áru, gleymið þeim. Hvað segir gott? Ég er yndislegur. Andri mætti hálftíma seint. 45 minnum. 45? Já. Hvað er klukkan? Mæting var 15:45. Hann mætti kortir yfir, já. Hún er 16:23 núna. Sorry, ég kann ekki starffræði. Það er ekki svona 45 mínútur liðna, sko. Nei, ég er að segja það. Ég veit, ég kann bara ekki starffræði, svo En Andri var á Lemon og fór sér samlöku, það er endur skiljanlegt hjá honum. Það var einu svona ekki ástæðan fyrir ég var sein, sko. Höldum bara áfram. Það ég var á Lemon. Höldum bara áfram að tala. Nú, ég veit ekki hvað það segja. Heyrðu, spurði ég þig með Instagram spurningar, Andri, í gær? Eitthvað þeim, ok. Ég ætla nefnilega að spara fyrir þennan þátt. En ég spurði sem sagt Instagram spurningar. Þannig að Telma, þú fara að heyra þína spurningar núna fyrst ég spurði Andra í gær. Þetta er fyrst sem ég gerði actually svona. Það er mjög skemmtilegt. Fólk heldur auðvitað að það var Anonymous. Oh god. Þetta er ekki það. Nei. Byrjum á okkur jákvæði. Sóley H. Jón segir af hverju ertu svona geggjuð. Er þetta, þú veist, geggjuð eða geggjuð? Var ekki með spurningamerki svona? Nei, skilurðu. Ertu að vera svona geðveik? Já. Ég held að það sé jákvætt. Ok, ég held það líka. Já. Segðu bara takk fyrir. Takk. Magnús Torfa segir, myndirðu segja að vera trunda? Nei, ég myndi ekki, stundum. Þú veist, jú. Þú veist, ég myndi ekki setja aftan á þegar ég er að segja tala mér trund. En fólk heldur alltaf að þetta sé tala mér trunda stundum. Þannig að, jú, ætla það ekki. Það er aukar, já, ég glemt að segja í byrjun, þetta eru TikTok-stjörnunar. Finnst ykkur það ekki gott orð? Nei. Ég kallar Andri TikTok í vinnunni og æfingum, þannig, jú. Ég kallar skrýtnast eitthvað á TikTok. Já, einmitt, ég tengi. Svo förum við bara í allt aðra átt. Þú ert rauð þar og getur ekki gert neitt í frá Ragnar Kára. Veistu hver það er? Nei, ég veit ekki. Ég veit ekki, sorry, ég veit ekki. Grey Ragnar Kári, við vorum vinir. Þetta er sko, þetta er quickly búið að breytast í mín comments. Oh god. Nei, svo kemur hérna Regin Gunnars, hvernig er lífið sem Ginger? Hvað er þetta Ginger heit hérna? Ef ekki bara fara í eitthvað fallegt. Óðinn Helgusson, hver er uppáhaldsþættin einir? Þú veist, the OG þættir eru bara Office. Brest eða bandarískt? Bara venjulegur, þannig. Bandarísku eða ekki? Náttúrulega breskur er venjulegir, upprunalegir, OG. En ég var bara að segja my OG þættir. Já, þú ert að tala Steve Carell og svona. Já, þá. Já. Og, já, svo þurfum við ekkert að fara að fleiri spurningum. Nú, mér langar að heyra. Nei, ég skal bara segja þér eftir. Spurt bróðinn og eitthvað svona. Guð. Já. Hann er ekki á lausu. Og það var örugglega ekkert verið að spyrja um það, eða? Það var ekkert að spyrja á það. Það var bara af hverju hann bróðinn. Af hverju hann bróðinn minn? Mamma og pappi elsku hvort Ok, höldum áfram með lífið, bara af því að Andri er úr að koma núna í 3. skipti. Já. Og við erum meina búin með öll umræðefni sögunar. Við erum búin að tala mjög mikið, já. Já, við vorum í 40 mínútur í gær að tala um útlönd og góð hótel í London og eitthvað svona þannig. Hvast?
Þú hlusta bara þáttinn. Já, ég segi bara kasta því að það bara fyndi, skilur Kast, þú hlóst ekki, sko. Ha? hlóst Þetta er ekki. bara 40 minna þáttur útlönd, hótel sem gott er að fara á út í London. Já, þess vegna segi ég kast. Ef þú ert að fara á London næstunni, hlustar á þáttinn, þá veist alveg hvert þú ert að fara. Nákvæmlega. Já. Þetta er gott. Svona ferðapodcast. Já, ferðapodcast. Góðar upplýsingar. Ég ætti Góður að búið til ferðapodcast. Já, Hann er alltaf út í útlöndum, sko. já, ég veit. Ég er ekki að grínast. Þetta fyrir út á morgun. Þessi þáttu kemur út 3. ágúst. Eftir viku er ég að koma heim. Frá 3. ágúst. Nei, 3. ágúst. Þeir sem er að hlusta á þetta á útgóðu degi, það er 3. ágúst í dag. Já. Ekki þurfum að taka þetta. Nei, þú ert að koma heim viku eftir það. Já. Já, Þetta sést er orðið 10. allt of flókið. Hvert að fara aftur? Finnlands. Já. What? Telma bara, hver fokkanum fyrir til Finnlands? Já. Ég er að fara til Finnlands í 3. skipti, geggja land, sko. Ertu að fara að Justin Bieber tónleika í Finnlandi? Já. Hún held að Andri var að djóka, sko. Já, hver, ha? Ha? Býtu, getur, nei, ég ætla ekki að tala. Nei, ég get það ekki, Nei. ég er ekki frjálsheimur. Geturðu farið til Finnlands? Nei, ég er að tala er hann allt í henni bara að byrja að syngja eftir? Ég veit það ekki, þess Þess vegna- vegna hann er er ég búin að búinn að kaupa flug með kaupa hana. Ó, meinar. Þannig við erum að býða eftir En- að vera cancel. Við töluðum allt þetta í síðast podcast. Ok, sorry. Þú verður bara að Oh, hlusta á podcast, við gosh. erum ekki að tala um þetta aftur. Þeir eru komin inn að einni ástæðu. Já, þú veist, 2 ástæðum. Nei, einni ástæðu. Við ætlum að býða hans með það. Við ætlum að býða svona 5 mínútur með það. Ok. Og ég veit að ég þekki ekki hvort annað nógu mikið. Svona. Þið Meir hafið en þú heldur. Nei, tjók. hlustið á FM 95 blöð. Já, stundum. Ok, þeir eru með liði sem heitir þekkið ekki. Mér langar að taka ykkur í hann. Ætlar að taka okkur í það? Ég ætla að taka ykkur í það. Þetta er mjög Ok. basic spurningar. Ok. Ok, Hver vil fara fram fyrst? Ég skal. ok. Ok, Andri fer fram. Þú þarfst að taka hurðin úr lás, bæði. Og farðu bara það sem closet er. Ég er basically að fara að spyrja spurningar og þú ert að fara að svara mér og þessar spurningar mun taka 2 mínútur max. Ok. Ég nenni ekki að hafa þetta flókið. Hvenær áttu ammali? 15. november. 5. nóvember. Hvað er þú með marga TikTok followers eins og er? Ég get bara að googla þetta. 15,9. Býtu 15,9, það er þetta hárrétt. Mamma sko er alltaf að segja mér, já, þú varst að fá 15,9. What the? Datt eitthvað hana. What? Ok, ég er að pæla að breyta þessu. Og því að þú ert náttúrulega 100% að fara að googla þetta á eftir. Ok. Æ, hvað? Þú Nei, þekki. actually, þú skilur bara símaðin eftir hérna, ok? Ok. Í 2 mínútur. Ok, Hvað? 15,9. Hvað skóla varst í? Ert í? Versló. Það var í Versló. Og þú ert að fara í HR, segirðu? Já. Ok, þannig að hann á 2 valmöguleika. Já. Hvað áttu mörg systkini? 2. 2. Ok, farið fram. Kallaðu Andra. Andri! Ekki loka hurðinni, ekki loka hurðinni. Googla, hann var að googla. Nei, hann var ekki að googla. Hann veit ekki spurningarnar. Heyrðu, Andri er mættur aftur inn. Þetta eru mjög easy spurningar. Ok, gegga. Spurningar sem taka 1 mínútu. Hvenær áttu ammali? 21. november. 21. november. Hvað ertu með marga TikTok followers akkurat núna? Slett 25.000. Ég er að fact-checka. Býða aðeins, fact-checking. Slett 25. Árétt. Hvað skóla varst í? Ég var útskrifast úr Flens. Flens. Ertu að fara í skóla? Nei, þú Ekki, nei. Seinustu viku, þið hlustu bara á það. Hvað áttu mörg systkini? 2. Ok. Ég ætla að opna fyrir Telmi og mátt segja einhver skemmtileg orð á meðan. Ég var að horfa á Haukana keppaðan, annan flokkin. Nú við erum að vinna núna að deildina, þetta er náttúrulega alltaf létt í sér deildinni. Við erum ekki búin að standa okkur. En þetta er svona alltaf að koma aftur og þetta er alltaf uppleið, eins og maður segir. Lífið þitt. Alright, við ætlum að sjá Lífsviljinn. hver þekkir hvort annan betur. Hvort. Já. Takk. Við ætlum að byrja á Andra. Já. Hvenær á Telma ammali?
Mér finnst það eins og hún sé búin að eiga afmæli. Sko, ef að einhverja eitthvað nær 2 rétt, þá er það bara amazing. Hún á afmæli 13. maí. Nei, það er ekki rétt. Hún á afmæli 5. nóvember. Anskoti. Telma, hvernig á Andri afmæli? Já. Ég er að hugsa. Já, ég bara... Þú klippir þetta bara. Ég nefnir ekki að klippa þetta. Það verður bara langt, greið hlustendur. 23. ágúst. Ég ætla að gefa Telmu stig af því hún var nær. Hvað er það leið? 21. nóvember? Hún var nær, hún fær stig. Nei, ekkert stig. Já, ég ætla að segja. Andri, Við erum bæði í nóvember. hvað er Telma með marga TikTok followers? 14.000. Nei, það er 15.900. Ok. Hvað er Andri með mikið? 23,6 eða eitthvað. Það er ekki heldur rétt, það er 25.000 slétt. Ó, til hamingju. Nú koma spurningarna Thank sem you. eiga að vera easy. Ég byrjum að tala með núna. Hvaða skóla var Andri í? Flens. Nei, hvað meinar þið? Já, það er rétt. Það er rétt. Já, hvað? Og hvaða skóla var hún í? Vestló. Já, ok. En veistu hvað skóla hún er að fara í? Er hún að fara í skóla? HÍ. Nei. HR. Já. 1-1. Anskoti. Og hvað á Andri mörg sískinni? 2. Það er rétt. Já. Hvað á hún mörg sískinni? Hún á 2. Heyrðu, þá endar þetta bara í jafntefli. Fokkitt. Þið deilið sigrinum. Ég deil ekki neinum sigri. Tiebreaker. Ég er ekki með aðra spurning. Já, ok. Sko, við erum basically að herma eftir bara Pallo félögum í kjáftæða sem var í þætti 6, eða þið viljið hlusta á hann upp og nýtt. Ég baði ykkur að koma með 3 sögur, 2 af mér sannar, 1 af mér lígi. Hvað, skrifaði það niður? Að sjálfsögðu. Skrifaði bara alla söguna eða skrifaði ekki bara titilinn á sögunni? Bara titilin. Já, ok. Ég gerir 3 sögur, gerir þú 3 sögur? Já. Gerir þú 3 sögur? Ég gerir svona 2 sögur og eina er bara svona, þú veist, fakt, þetta er svona smásaga bara. Já, alright. Það er allt smá sögur. Hver vil fá að byrja? Ég skal. Andri ætlar að byrja. Þú ætlar að lesa alla 3 titlana. Þá ætlum ég að búa til titla á meðan þegar þú... Að ég lesa titlana fyrst og síðan segja söguna. Lestu 3 titlana og svo ætlum við að velja hvaða sögu við viljum heyra fyrst. Ég Við erum að fara yfir heyra þig. Ég hef fengið COVID 2 sinnum. Vá, Já, ok, ekki. vá, það er svo rosa. Ég hef skitið á mig fyrir út að Reykjavíkurflugvöll. Ok, Já, ágeri grína mig núna. já. Ég hef 3 sinnum fengið rör upp í raskati. Þetta er svo alltaf átt en söguna mínar, sko, en... Ég held að þú hafir bara fengið COVID einu sinni. Nei, hvað Ég sögu veit að, mér langar að heyra rörið fyrst. Ok, við viljum heyra röra Rör fyrst. Hvernig kom það til? Ég sé sagt stíplaður Já. í rassinum. Gat ekki kúka. Fyrsta sinn. Þetta er svo áhugavert podcast. Gat ekki kúka í 2 vikur. Og Var þetta bara daginn, eða? þetta var nú bara fyrir árið síðan. Nei, það var einhver grunnskóla, þú veist, í miðdeild. Já. 4., 5., 7. bekk. Bara eins og 4. bekking að gera? Já, og ég gat ekki skitið í 2 vikur og fyrir upp á spítala og það er bara, það þarf bara að losa þig. Fær rör upp í raskati, það er bara upp í. Þannig sprauta svona vökva og það bara hellist út eftir 5 mínútur. Maður var að reyna að halda inni sér í 5 mín, en sem verkaði ekki. Greið fólki sem er að hlusta á þetta podcast í fyrsta skipti og er að borða á meðan. Ég var einmitt að hugsa að borða. En síðan, Það er auðvitað aðri. þetta var fyrsta sinn, síðan gerist þetta aftur og það virkaði ekki nógu vel, seinna skipt, þú veist, árið seinna, að losa hjá mér. En ég þurfti að fara aftur og fá stærra rör. Ok, mér langar ekki að heyra meira þessari sögu. Ok? Hinn sagan, heyrum COVID-söguna. Ok, ég sérst fekk ég COVID 2 svar. Já. Náttúrulega einu sinni fekk ég hana, í seinna skipti fekk ég núna í janúar. Nei, februar, sorry. Þannig að, Smákur einsanlegt, ok. nei, þetta var bara lóki janúar, byrjun februar. Og bara allir lagi þar. Og náttúrulega bara, þá var ég bara heima, ég var bara í 10 daga fríi. En sem fekk ég líka COVID í byrjun COVID.
Hvernig fékkstu COVID? Hvort skipti? Fyrra fyrst. Fyrra skipti, hvar fékkstu? Bara gegnum stjúpamma minn, hann fekk COVID úr vinnunni og við smituðumst öll heima. En í seinna skipti? Stjúpamma mín. Það var búin að flytja á vellina og það er bara, ég fekk bara COVID. Ég fann samt ekki fyrir því, Nei. en ég er samt tvisvar búin að fara í einangrun. Hvað sagði, 2020 og 2022? Já. Hvað varstu lengi í fyrstu einangrunni? Náttúrulega það voru 2 vikur þá. Og hvað varstu lengi í seinni? 10 daga. 10 daga. 3 daga í sótkví. Síðan fór ég í test og því ég nætti ekki verið 5 daga í sótkví. Og hvað? Ég bara nenni ekki að tala um COVID. Já, Og síðan var ég viku í einangrun. Hvað var hins sinns? Ég var, já, Kúkaráð fyrir Reykjavík. Kúkar, Var það Reykjavík, eftir Reykjavík. rörina? Nei, það var ég var enn yngri, ég var 6 ára. Já. Bara ég mjög marga spurningar. Á bílastæðinu fyrir utan. Akkur ég, Reykjavíkur flugvelli. varstu svona hrættur að fara í flug eða hvað? Nei, ég þurfti svo að pissa. Þannig á Kúkar. En ég vildi pissa úti. Gæti ekki beðið að fara inn. Þannig ég pissaði á bílastæðinu. Og Kúkar í Og leiðinu. var að reyna, já í rauninni, ég var að reyna að drífa lengra með pissinu. Og var að rembast og skeita á mig. Og voru buksunar alveg niðri, já? Ég náttúrulega skeit bara í mig. Var Já, þetta bara nei, skilur þú varst að reyna að pissa? Nei, ég var náttúrulega bara að vinna Já. hann út. Var þetta bara kúkur eða var þetta svona rör kúkur? Þetta var kúkur. Ok, bara, Ég hendi nærbuksunum. Gott, eða eitthvað. ég vill ekki spyrja, þetta var svo, vennilega maður er í svona 10 mínútur í hverju sögu, sko, en mér langar ekki að fara lengur í neina sögu, sko. Mínar eru frekar Þú langar, veist, en þú ég veist, skeiti á með hann fyrir utan og síðan fór ég inn á bað og skiptum og eitthvað svona. Já, þú ert næstur, sko. nei, við ætlum að gíska fyrst, Ó. hvað er rétt. Hvað finnst þér? Þú með eitthvað fleiri spurningar? Mér finnst að það er svo lítið einhvern veginn, þetta er bara facts, eiginlega. Já, það er eina af þessu á að vera lygi nema að brauta reglur. Já. Nei. Ok, það var COVID tvisvar. Rosa saga. Það er náttúrulega bara svona... Það er engin saga. Mér langar að segja önnur kúkasagan er ósögn út í að hann hefur verið að hugsa hvað sögu að segja. Já, segi bara Fann hérna. einhverja sanna sögu en svo var ég, ok, byrju, nú þarf ég að finna einhverja aðra sögu. Æ, ég gerir bara saman og senast. Já, Um, önnur kúsagan. mér langar að segja Reykjavík flugvöll, sagan. Þú þarft ekki að segja það saman. Nei, ég veit. Sko, ég held, hvernig voru nærbuksunar á litin? Ég var Það var 6 sex ára. ára. Þú veist, ég held að það hefði bara verið svartar eða eitthvað sko, bláar, Ok, ég ætla hvítar, ég veit það ekki. að giska á rör í raskatið af því að, þú veist, af hverju myndur ekki bara taka, hérna, sorbitól eða eitthvað? Hvað er sorbitól? Það er hægðalosandi lyf. Virkaði ekki. Það virkaði ekki saman kantónum? Ok, ég ætla að giska á það, bara. Ok, þú gískar sérst á flugvöllunum og þú er rörið. Já. Ég get sagt ykkur, ég er búinn að fá COVID einu sinni. Nei, þetta er líka bara fact, skilur. Já. Það var engin saga, mér finnst það svindl. Hvað meinaru? Ég er bara búinn að fá COVID einu sinni. Það var lígin. það er- Hitt, kúkurinn bæði var satt sko. Mér finnst svo fyndið, mér líður svo Andri var að skoða skjalið mitt með sögunar. Ég er ekkert búinn að breyta skjalinu. Á ég að lesa það titlana. Já. Ég fengi COVID 3 svar. Hætti að tala um COVID, er það að grína? Ég átti einu svona 3 gullfiska og 1 dó úr kúknum og hinum. Mér líður svo hann hafa verið að lesa skjalið mitt, sko. Ég veit að það er örugglega satt, sko. Kannski áttur í 2 gullfiska. Og ég var að rífast í kettling á sundlaugabakkanum á Benidorm. Ok. Það er lígin. Akkur segir það? Óli, þú ert ekki að fara að rífast við einhvern. Hvað sögu vil ég heyra fyrst? Kettlinguna þá? Kjellinguna. Ok, þetta var sem sagt í sumar. Núna Benidorm. Og það má víst ekkert á þessu hóteli. Það má ekki vera, þú veist, í sundlauginni með svona hendur upp á bakka og vera að fá sér að drekka. Akkur ekki. Ég veit ekki, það má ekki. Samkvæmt. Sundlaugavörðunum. Er það kjellingin? Nei, það er einhver annar gæi. Gæi? Byrju, var þetta ekki kona sem varst að rífast þig? Jó, bítu, ég bara segja, sko. Og það má ekki á bolta. Nei. En sem sagt, ég var liggjandi á bekk, við vorum alltaf sama bekk. Og það kemur einhver kettling fyrir aftan okkur á bekknum. Og segjum að Andri er liggjandi. Svona.
þá var hún bara svona langt frá mér, bara fyrir aftan mig, með hausinn bara, þú veist, haus minn var hérna og hausinn hennar var svona. Hún var að reykja basically í smetti á mér og ég bað hann að hætta. Hún eitthvað, nei, ég ætla ekki að gera það. Hún var búin að gera þetta í svona klukkutíma, ég var að bilast á þessan. Ég fór að Var hún að stífreykja í klukkutíma? Já. Með sömu réttu? Nei, ég var ekkert að pæla í því. Það er ekki hægt. Nei, ég þarf að segja. Hún var basically, hún geymdi sigarettinu bara, þú veist, hérna. Já. Og ég bað hana ógeðslega oft að hætta. Hún vildi ekki hætta. Ég fór að tala við sundlaugaverðinn og hann bara eitthvað, ég veit ekki að má alveg, sko. Og ég basically að rífast í hann að þetta er ekki... Það rífast við hann? Hana og sundlaugaverðinn. Það basically sagði hann. En eftir ég reifst við hann ógeðslega lengi þá hætti hún þessu. Hún færði þessi lengra og ég sá hann aldrei reykja aftur. Söss að vera heavy smoker og hætta að reykja. Hún var örugglega að reykja þegar ég var bara í sundlauginni eða eitthvað. Söss í bakkar. Þetta var á, þú veist, 3. seinasta deginum eða eitthvað. Ok. Hvað var aftur hitt? Gullfiskur og Gullfiskur. COVID-3. Gullfiskur og COVID 3 svar. Hvenær fækstu fyrst COVID? Í apríl 2020. En í annarskipti? Það var í september 2021. 3. Februar 15. februar 2022. Já, Aðeins svo nákvæmt. vissulega. Ég er reynda fekk Þetta er öll 10. þrjú- februar. Þetta er öll 3 einkennin. Afbreiðin. Afbreyðin sem sé. Einkennin, ég var með hita í fyrsta sinn. Nei, ég fekk engin einkenni í hvert bara í... Það var eins og ekkert gerist. Nei, ég veiktist ekki þegar ég fekk COVID. Ég var þreyttur og smá kall í 2 daga. Vá, mamma og pappi trúðu mér ekki þegar ég var með COVID. En það er eins að, hérna, og hvað? Bara, Hvernig greindist í all 3 skiptin? hvort vil ég byrja fyrst Já, já, eða setna? Bara byrjaði bara fyrst. fyrst. Í fyrsta skipti þá var ég að vinna á Dominos og ég var ekki búinn að mæta á vakt í svona mánuð og svo mætti ég á eina vakt og þá fekk ég bara hálftíma eftir vakt bara, herri, ég var að greinast með COVID. Bara, ok, okkur mættur á vakt? Ég veit það ekki og þá greindist ég með COVID. That's basically, þá voru við í 2 vikur eða eitthvað. En okkur varst ekki búin að vinna í mánuð. Ég var bara ekki búinn að vinna í mánuð. Ég var bara, Nei. og svo í 3. skipti þá var skólinn nýbyrjar. Jú, ágúst, september, hann var nýbyrjar. Já. Og eftir hann í hvernig minn byrjun september þá greinist ég með COVID. Er í hvað, 10 daga minni mig? Eitthvað þannig. Býtu hvernig útskrifaðast? Hvenær útskrifaðist ég? Já. Fucking hell, sko. Ég var að fatta að ég fokkaði upp sögunum minni svo feitt, sko. Ég fokkaði sögunum minni svo feitt, sko. Ég var veit einmitt að hvernig hugsa líin er. Já, Veitu, ég veit að hann útskrifaðast 2021. já. Þá fyrir, Ah, shit, nema. sko. hann er ekki Ég búinn var að fá COVID 3 svar. Nei, Loser. loser. Yeah baby. Ég vissi þetta. Nei, býtu. Nei, þú sagði, Æ, guðin er að hætta. þú sagði 2021, Já, september, þú ert ég útskrifaður. fokkaði þessu svo feitt, sko. Þannig, Vil ég heyra senstu söguna? Já, bara. akkur skeita hann upp í þið? Nei, hann er upp í fiskinn. Akkur skeit fiskurinn upp í þig. Fiskurinn minn skeita ekkert um. Við áttum þess að við fengum okkur gullfisk. Fyrsta gældur mitt bái. Og svo fengum við annan gullfisk. Og svo annan gullfisk. Og gullfiskur 2, hann var alltaf bara með svona 20 cm lengi af kúk eftir sig. Og svo allt í hennu var einn gullfiskurinn bara, þú veist, vafinn út í kúk og bara á botninum. Oj. Já, en það henduði hann bara í tjörnina, þannig að greiði tjörnin. Minni minna, gerkvöldin maður, ha? Vafinn í kúk? Nei. Ég vill ekki heyra meira af þessum. Já, þetta var mesta fuck-up sögunar. Telma, viltu segja söguna einar? Já, ég var bara komin með. Já. Ok, nú. Segðu. Hvað er það hana? Ok, fyrsta sagan er. Ég sló strák fyrir að unfollowa mig á Instagram. Hljómar eins og þú. Það er þetta rétt. Hættu. Ég þekki strákinn. Nei, Áfram. Halda áfram. Ég veit. það var stelp. Tjók. Þú sagði strákur. Já, ég veit það. Strákur. Ok. Ok. Ég stal pysju frá Vestmannum og hafði hana sem gælutir í nokkra daga. Og
Ok, halda fram, ég er bara Já. rétt Spurningar. að þessu. Ha? Já, halda áfram. Já, og númer 3 að ég ég veit ekki hvort ég með að segja þetta, en jú, Fuck it. já, fuck it, ég eiginlega kattfissaði lítinn krakka. Ok, við þurfum Kattfissaðu lítinn krakka. Ekki lítinn, Þú svo ert búin að- 14. Þú ert búin að segja mér þessa sögu, þannig að við vitum að hún er sönn. Já, Hún er sönn. Hún er sönn, en mér langar samt að heyra hana. kattfissa lítinn krakka. Nei, við þurfum ekki að segja hana. Þú sagði mér þetta í podcastinu, ég hendi mig ekki segja það. Og settur það inn? Nei, ég held ég setti það Nei, þú settir ekki inn. Ég veit Akkur það ekki. slóksuðu gæjan? Hvað gæji var þetta? Má ég segja það? Já. Nei, ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að nafngreina hann. Ok, En, köllum hann Andri Björns. ok, Andri Björns. Það var strákur sem var með mér í Vestló. Hann var ekki sama bekk og ég. Og Algjör tussa þessi strákur. nei. Indæll strákur, sko. Já, mjög indæll, sko. Og þetta var, þetta byrjaði eiginlega sko í október 2021 þegar ég fór til Spánar með spænsku, krökkunum sem voru í spænsku. Og þá var ég eitthvað á ströndinni eitthvað og þá segir vinur hans greinilega eða eitthvað við strákana Tienes Buenas Tatas sem hún með fallið brjóst, en þá voru þetta bara einhverja stelpur þarna úti sem voru að, þú veist, ljúga því að hann hafi sagt þetta, en þú veist, ég vissi það ekkert fyrir seinna. Það er eitthvað basic Vestló-dræma. Já. Og þá var hvað? Nei, bara basic Vestló-drama, bara hárétt. Já, og þá var ég eitthvað, oh my god, hvað ég var að kalla hann að vininn? Andri Björns. Nei, það er gaurinn. Óli. Óli. Og ég er eitthvað, oh my god, stelpur, af hverju, þú veist, var hann að segja þetta eitthvað. Og síðan, fatta strákanir, þú veist, þarna úti, að ég hafi heyrt þetta, að fatta þetta, whatever. Og, þá, þarna úti, þá unfollowar þá Óli mig og síðan, þú veist, kannski hvað, svona, 2 vikum. já, 2 vikur sinna, 3, eitthvað, þú veist. Mér er svo gaman að búa til sögur saman. Búið til sögur, ok. Já, ok, halda áfram. Nei, þú veist, ég er bara að hugsa hversu langt Veit það. já, þú veist, og svo nokkru dögum eftir að við komum heim þá unfollowar þá Andri mig og síðan hvenær var Dimission, það var Þið náttúrulega voru svo seint, já, sko. við vorum bara rétt fyrir útskrift. Þú veist, 2005. Maí eða eitthvað. Já, það var bara í maí og þá er Dimission party hann kvöldi og það var svona smá liði á kvöldum og svona Varstu komin í glas? Og... bara pínu, eða þú veist. Family friendly potnet, ég haldum að Já, svona smá. Hún var búin að fá sér epladjús. Epladjús og smá Smá mjólk. Já, smá mjölk og epladjús saman, blanda, gaman. Já. Og síðan kem ég upp á honum eitthvað og segi eitthvað, hei, Andri, akkur unfollowar á Instagram? Og hann eitthvað, ég þekki eiginlega bara ekkert svona vel og eitthvað, og ég var eitthvað, Bara mesta bullshit og ég var eitthvað, því það þú þurfa að unfollowa mig, og eitthvað, þú veist, Mjög sár. og ég var eitthvað, er það því að Óli sagði Tienes Buenas Tatas á Spáni? Hann var eitthvað, og ég var eitthvað, ok, þú veist, followa mig aftur, ég ætla að horfa á það. Followa mig á Instagram núna. Þetta var bara svona, sko, og hann var eitthvað, já, við skal gera það, followa mig, og ég followa hann þá aftur tilbaka. Síðan kemur einhver vinur hans upp á hann með eitthvað, hvað er þetta að spjalla við Telmu? Og þá er hann eitthvað, já, eitthvað, ég þurfti bara eitthvað að followa hann aftur, eitthvað á Instagram, eitthvað, og vinurinn, þú veist, ekki Óli, vinurinn, heldur bara einhver annar random. Eitthvað plebbi. Gústi. Bara einhver, ég veit ekki hver það var, kemur upp á hann með eitthvað, fast að unfollowa hann, hvað er þarna? Og hann slær svona létt á hann, og ég eitthvað, já, hvað er að þér? Gerir svona, og þá kemur vinurinn, hvað, getur þú eitthvað annað fastar eða? Og ég bara, á ég að gera það? Og bara, dusch! Og síðan man ég eiginlega ekki meira og síðan var allt einu mamma bara eitthvað að skutla mér heim. Og síðan daginn eftir var ég búin að sjá hann unfollowa mig aftur. Já, skiljanlega, þú landir. Skiljanlega. En síðan, þetta, þú veist, þetta er eiginlega sko part 2 á sögunni, af því þeir eru með svo stuttar sögur. Allavega, þá eru systkini mín byrjuð að vinna á Ráðagerði sem er veitingastæður á Seltjarnarnesi, nýr staður. Sjá þetta á Ráðagerði. Hvað sérðu Ráðagerði?
Ha? Hvað selur ráða Þetta er veitingastæður. Bara mat? Hvernig mat? Pítsur? Pítsur, pasta. Fisk? Nei, held ekki. Er það svona ítalst? Já, þetta er pínu svona kjötblöður og svo bara eitthvað. Þetta er held ég ódýrasta glugglugg sem held ég eftir að fá. Sjá þetta ódýrasta glugglugstað Seltjarnarnes? Yeah baby. Já, líka bara í bænum held ég. Þetta er bara, þetta er ódýrt sko. Já. Hvað er? Ég veit ekki, ég sá allan að það var svona eitthvað koktelmatseðl og það var bara eitthvað 1200 kall og eitthvað svona. Kokteil? Já. Andri er farin þannig á Við eftir. þurfum bara Nei, að fara þarna, ég sko. var á grillmarkaðinu núna föstudaginn og grillmarkaðinu geggjaði þar. Grillmarkaðurinn er að fara sko hata eftir að svona. Nei, fórum vinnan og út af eigandinn þar, góðu vinnur. Þannig að þú fæst frítt þar. Nei, en bara, þetta er náttúrulega bara betri gæði þar í drikkjunum. Þess vegna er þetta örugglega ódýrt þannig og dýrar að grillmarkaðinu. Þetta er mjög góð gæði þar. En allavega, alltaf frá með sögum. Já, alltaf fram. Sorry, ég var að drakka sóta. Já, og kemur í ljós að Andri er líka að vinna þarna. Nei. Og ég var bara, ertu að grínast í mér? Og síðan segir hann við mig þegar ég er að fyrir einn laugardag í hátíðismat þegar systir mín er að vinna. Og segir eitthvað, hvað, ætlarðu að lemja mig aftur? Ég er eitthvað, andskotinn eitthvað. Og ég fer eitthvað upp á systur mín og segir bara eitthvað, nennur að, eitthvað, heldur hann sé eitthvað pirraður eða eitthvað. Og síðan, talar hún eitthvað við hann eitthvað, já, ég er systir, tala mér, en, ég er ekkert svona, eitthvað svona bull, sko. Ég lem ekki fólk. Og síðan er ég bara, shit, ég verð bara einhvern veginn að biðast afsökunar á þessu. Æ, úps, ég Ég ætla að býð slökkva. eftir djefafréttinni Telmatrund Lamdi vinsinni eitthvað. Ekki vin, Nei, Lamdi strák sem Oh my God. unfollow hann á Instagram. já, það er drep. Og þá er ég bara, oh my god, ég verð að gera eitthvað í þessu, ég verð að biðja hann afsökunar eitthvað. Þannig að kvöldið sæki ég Dilja og systur upp á Ráðagerði og við förum í Hagkaup í Skeifunni og ég kaupa Lindor súkkulaði og svo fer ég Bara bjóða hann að date. Bittu, þetta verður að vera Lindor súkkulaði og svo er ég að vinna í partybúinu daginn eftir en ég tek svona, I'm sorry, blöðru svona, Það er svo að voru að hætta saman og er að reyna að byggjast fyrir já, ríkjafningar. og svo af einhver ástæði fann ég kort heima sem var svona trúður þannig að ég skrifa eitthvað Smá hit and sign. Hæ Andri, fyrirgæðu að ég lamdi þig eitthvað, ég ætla ekki að gera það aftur kveðja, Þú verður svo leikskóla fyrirgefning sko. já, og ég sagði bara kveðja og ekki nafni mitt af því þann vissi alveg hver ég var, þannig ég sagði bara kveðja. Síðan læt ég systur mín að fara með þetta í vinnuna, hún var eitthvað á vakt klukkan 5 eða eitthvað, þannig að ég var eitthvað búin eitthvað cirka, þannig að ég kem með þessa rosalegu afsökunarbeðinni gjöf eitthvað og læt hann að setja þetta inn á kaffistofu. Þannig að ég gaf honum blöðru, súkkulaði og kort. Nú, Allavega fallegt. Já, en Hvað var aftur hitt, Sveinn? Ég var búin að gleyma hinu. Nei, hitt var hana þegar varst Út af þetta er satt. Hvað er hitt? Hitt var að catfisha 14 ára krakka. Við viljum ekki fara nánar í það. Sem var rétt. Sem að var rétt. Hvað var hinn sagan aftur? þegar ég var með peysu sem gæludýr. Já, það Það er er lygin. lygin. Nei. Ok, hvað er lygin? Fuck. Var ég einu sem hann að ljúga? Þú ert einu sem náður að ljúga. Það var líka brekka, ég fekk COVID. Nei. Já, vá. Og hitt var eitthvað svo boring. Ég skeit á mig fyrir þetta Reykjavík sko. Já, og svo bara búið. Já, þið spurði ekki mér. Af því að þú varst 6 ára. Já, vildur Minna ekki 6 ára krakka skýti í sig örugglega oft. Já. Nei, þetta var einu skipti. Það er eina skipti, segir það. 6 ára. Fyrir 7 utan ára Reykjavíkurflugvöll, sko. Fyrir utan Reykjavík. Það var eina skiptið. Á leiðin En- flug til Akureyrar. Líka ekki að dítila fyrir utan Reykjavíkur flugvöll. Já, það var náttúrulega sko, þetta var stressandi tími. En ég verð samt eiginlega svona segja af hverju ég kattfissaði 14 ára krakkan. Ok, segðu það. Eða þú veist, þetta hljómar ógeðslega illa, sko. Já. Ég myndi sleppa því. Ég myndi sleppa Ég þig. er bara að segja, hann var bara að bullja mig á TikTok, skilju. Ok, við skiljum ástæðan og núna. Já. Býtu, lestu 14 ára
krakka pirraði svona mikið? Hann var að segja mér að self-delete, sko. Já, ok. Ég fekk alltaf svona. Það er Alright. hætt í dag. Andri, tók ég í hraðaspurningar í Nei. gær? Nei, þá hef ég örugglega verið að spara hérna. Þetta er bara fyrsta sem dettur í hausinu á okkur. Ok, hver byrjar? Þetta eru sömu spurningar Sömu og búin að vera í spurningar, svona 6-7 þáttum í röð. Mm. Það er ekki aðri. Fyrsta sem poppar upp. Uppbólsmatur. Humar. Sushi. Sushi. Humar. Ok. Sem pappa gerir. Hvað færður í morgun? Mjög fiskaleg. Koma Nei, betur bara þú veist, mér finnst nautast ekki mjög, alveg núna grillmarkaðurinn fekk ég geggjaða ribæ. En hins vegar er humar bara allt og góður. Þetta er bara eitthvað við hann. Mér finnst bara þú því gott. Ég minnst bara sushi með kjúlja og með svona... Finnst þið volcano gott? Já, ég elska Já, volcano. úff, ég ætla að segja Ég það. get eina Eða, sushi. ég hata svona, þú veist, hrísgrón og lax. Eina sushi sem ég get borðaði með kjúklingnum í. En hefur ekki farið á röp á Akureyri? Nei. Hver fyrir til Akureyrar? Allir. Hefurðu farið, varst ekki að segja það nú, skeist í því Jú, ég var alveg fært til Akureyrar en ég fyrir eiginlega aldrei. Nei, ok. Hvað fáið okkur í morgumat? Ekkert. Ekkert. Já, fair point. Eða nokko. Alvöru úlingar hérna. Mm. Mest pirrandi manneskja sem þú þekkir? Systir mín. Pabbi minn. Ok. Ef þú væri dýr, hvaða dýr verður? Lax. Rotta. Ég veit ekki af hverju ég segi þetta en mér finnst bara rottur, sko ég hata að sjá rottur en já svona litla gummirottur og eitthvað svona. Það lýsir vel. Takk. Nei, æ, Takk. það hljómaði miklu betur. Æ, þú fattar mig. Já, já. Ég veit svarið þitt. Hvar myndir þú búa hvað sem er í heiminum? Danmörk. Sko, Mér líður eins og ég spurði þig í gær. London. Sko, ég náttúrulega sagði London, mér langar að búa þar. Já. En hins vegar sko, það er London. Það er, mér langar líka að búa bara Kúbu eða eitthvað sko. Já. Ég er búinn að hugsa ef að það gengur allt vel í lífinu eða eitthvað. Flyt ég kannski bara 40 ára, einhleipur til Kúbu. Komið Einhleipur. hús þar. Einhleipur. Hættu. Okay. Bara búin að ákveða það, en þú veist með allt vindil. Það er bara svona rólur. Mhm. En annars svo London bara. Já. En sko það er ekki gott að búa á Kúbu núna sko. Nei, en þegar ég er líka bara 18. Já, en þú veist það er samt. Hann hefur verður- 22 ár, sko. Ég heldur að vera eitthvað betra þá. Kúbu eða Maldives eða eitthvað svona. Ah. Eða þú veist, mér langar bara... Maldís verður örugglega brúa sökkva þá, sko. Já, reyndar rétt. En London eða New York. Ekki verið New York. Nei, þú veist, Bara ég lyktina. þyrfti þá að búa í svona penthouse. Þú veist, ég get ekki búið eitthvað, það er bara svona... Hann myndi augljóslega bara taka úr sér lyktaskinni. Já. Bara með Er aðgerð. það hægt? Hlýtur það. Já. Allavega næstu spurning. Alright, höldum áfram. Hvernig að elda? Já. Ó, nei. Já. Nefndu 3 hluti. Pasta með olíu og salti. Olíu og salti! Það er uppáhaldsmaturinn minn fyrir utan Olíu og sushi sko. Það er svo gott. Ég þarf ekki sósu sko, ég þarf bara olíu og salt. Annarkvort pasta eða spagetti. Ok, næsta. Já, egg. Er það að elda? Já. Ok, þú veist, ég kann alveg hamburgara. Ok, Ok, Andri, segð þú. sko, Nú er ég get systir mín, náttúrulega sko. sagt hamburgara. Ég get Grið rist á þá- brauð. Þá grillar samloka. Nei, hamburgar er náttúrulega bara grillaður, það er náttúrulega bara easy. Það er bara hamburgar á og kryddan og svona, þú veist. Síðan finnst mér fiskur, gera fisk. Bara, það er létt. Steikjara. Halda fram. Hvað? Grjónagrautur. Þú kannst ekki að gera grjóna. Ég kann vist að gera grjónagraut, hann festist bara alltaf í botn. Nákvæmlega point taken. Einmitt. Nei. Nei, og síðan náttúrulega bara pasta. Bara fer eftir hvernig sósu það með. Olíu og salti. Nei, ekki olíu og salti. En sko, ég verði eiginlega að segja ástæðan af hverju ég... Kjúklingur, svona Þú fajitas komið með réttir, nóg. Mexiko réttir. Svona chili con carne, þetta er svona allt svona. Og kokkabók Andra kemur út jólin. Viljið vita Og meira? leinu uppskrift Telmu með olíu og salti. Vá, hvað ráfni gæti verið í því? Olíu og salt. Oh my god. Og vatn. Og Og vatn. pasta. Geggjað ráefni vatn. Saltar við sem veist ekkert vatni þegar þú ert að búa til pasta. Nei. Ég set olíu onni í vatn og svo
síði ég pasta eða spagetti eða eitthvað, síðan er ég búin því, þá setjum meiri olíu og svo salt. Næsta spurning, takk. En má ég sann segja ykkur af hverju ég kann ekkert elda? Já, segja okkur það. Af því að pabbi banna mér að elda. Já, skiljanlega. Af því að ég er með svo mikinn athyglisbrest að ég gleym alltaf að ég sé að elda. Einu sinni var ég að elda pítsu í ofninum Gleymdir henni. í 4 tíma. Í 4 tíma? Já. Var ekki kviknað í húsinu? Nei. Já, ég sleppti bara Var hún alltaf. Já, þess vegna Olíu og pasta. olíu og pasta, Olíu og sko. pasta hljómar mjög vel. Næsta, takk. Hvað er eitthvað svona sem þið eru með á bucket listanum ykkar? Bara eitthvað sem ykkur langar að gera á Skydive. degi? Skydive. Mér langar í, svona bungee jumping, svona, svo maður þarf að skrifa undir ef maður myndi deyja. Þetta er grjótart, sko. Mér langar að skæta, bungee jumpa, paraglæta. Mér langar í allt svona. Paraglæta, Hvað er paraglæta? það er þarna bara, Bara til dæmis út í Brasilíu. Þú bara ert bara á Paraglæta. svona paraglæri og bara... þetta er bara svona eins og flugdrykk og maður situr þarna eins og eitthvað lúði, bara eitthvað, Nei, bara ef maður fyrir til Ríó, gerir þetta þar. Það er bara flott útsýni. já, flott. Já, ok, þá Andri fyrir Ríó að gera þetta. Hvað er Baby. uppbólstátturinn ykkar eins og, eða þú veist, akkurat núna? Love Island. Ok, sammála, Andra. Mhm. Nýjast, sér ég átti það? Já, ég er að býja til þáttunum í kvöld. Já, ég líka. En annars, þú veist, Umbrella Academy og Stranger Things út að það voru að koma út. Já, Og... góð. Já, Umbrella Academy, ég kláraði Ég bara hef ekki hort á það. 1 nóttu held ég. Ekki, Ég kláraði ég er bara að stjöggula, sko, Love Island, Stranger Things og Umbrella Academy. Ég hef ekki hort á 1 þáttu Stranger Things af því þegar hann kom út fyrir 6 árum, þá var ég svo hrætt. Horfðu á það núna, þetta voru geggjað. Ég nenni ekki að byrja á sér í Hún 1. þarf náttúrulega að byrja á sér í 1. Það er ekki... Þú þarft að byrja sér í 1. Já, Já, ég veit þetta það, er það er hætti svona- það sem hún getur ekki byrja bara á sér í 4. Þetta er eins og þú getur ekki farið núna í Love Island og byrja að horfa á nýjasta þáttur og skilur ekki neitt. Ég, Ert þú ekki til Love Island? ég byrjaði að horfa á Love Island þátt 1 í gær. Ég var bara, Fyrstu 4 þættinir þeir eru ekki nei, þú veist, skemmtilegir. þetta er ekki gott fyrir fólk með ADHD, sko. Nei. Þetta er svo þreytandi, þetta er svo... Enda ef þú byrjar að horfa í byrjun þá er þetta bara 1 þáttur á dag og mjög þægilegt. Já, en þú veist, ég gat ekki fylgst með þessu, þetta var bara svo, þú veist, þetta var svo langdregið, svo er eitthvað alltaf að dansa eins og fótar hérna, mér finnst það bara, en þú veist, ég er ekki að heita á Love Island, ég er bara að segja, Nei, þú veist, maður þarf að vera í þessu alveg frábæru. já, Ok, Andri, við ætlum að hugsa núna hvaða persónu í Love Island pirrar þig mest? Fucking Tasha. Ég var að fara að segja, við ætlum að segja Fucking 3, 2, 1. Tasha, sko. Shit, Ef þið eru að maður. hlusta inn, þau eru búin að horfa á Love Island og þið fílið Tasha, Slökka á podcastinu. úff, hún fyrir að grenja út af öllu. Það má ekki segja neitt við hana. Nei. þessi gæla, Má ég sjá? Þess. Já. Þessi. mér fannst það svo skrítin í byrjun, ég horfði náttúrulega bara á fyrsta Nei. þáttinn. Hún lendi í bottom 3, public var að vóta og hún fór að grenja við því og Twitter var bara, þetta er einmitt ástæðan. Nei, og málega er, sama kvöld, eignaðust kærasta, þú veist, þau byrjuðu saman svona, viltu vera kærasti minn. En hún fyrir að grenja át af því að hún er í bottom 3. Hún er ennþá, en hún fór ekki heim, sko. What? Ef hún hefði farið heim, gæn hefði alltaf farið með henni. Já, þetta er kærastinn hennar. Já. For God's sake. Ok, þetta er búið að breytast í svona En má ég svo spyrja einu, Já. af hverju þurfti hérna gaur nummer 1, þú veist, sem bara byrtist í fyrsta þætti í fyrsta, eða þú veist, Davide. nei, það var, hann byrtist, Serju 1. nei, ekki séri 1, þætti 1, Já. sem var eitthvað, þótti verðt að nefna það, hann væri með hjartalega fæðingarblatt á teipinu. Já, Dami. Já, Dami. Mm. Nei, hann sagði, Og hann sagði ekki, and I tell them, and then I show them. Nei, þetta er bara leið til að fá það til að sjá. Æ, svo er hann ekkert með þetta. Nei, það er tjókið. Ó, sorry, ég sló. Hann er samt, samkvæmt honum er hann með tippalokk. Allavega næst spurning. Já, næsta spurning. Við gætum spjallað um Love Island, ég veit ekki hvað. Já, við þurfum eiginlega að taka annað sem er svona Ok, Love Island podcast. á 3, við ætlum að segja uppbóls manneskjun okkar. 3. Ó. Ok, ég er alveg með nokkra. Já, ég er með segja skemmtilega. Gæja þá. Ok, segjum Gæja. Á, ég líka að segja gæja. Já, þú Ég er með 2 gæja sem er svona uppáld. Já, ég líka. Byrju, hvað uppáhaldsmannsku? Í Love Island? Já. Ó, ég ætlaði bara að Gæi. segja Tilbúin. 3, 2, 1. Davide. David. Ég, Elska kóngin, sko. Hann er svo fyndinn. Hann er svo En nummer 2. geggjaður. 3, 2, 1. Luka. Já, ok, Luka. Luka og Gemma er uppbólspar mitt. Já. ástæðan af hverju ég valdi En David Veistu var hver Gemma er? já, 19 ára gælan. Já, Já. veistu hver pappinar er? Nei, Michael Ovinlað. what?
Luka, honum langar svo að heita Michael Owen þegar hann sagði líka heldur ég gæti sparka boltinn hana með pappaðinum og hún eitthvað, já, örugglega. En Davide, bara þegar, þú veist, Hann er bara hann er heitur. kóngur. Alveg þegar Tasha var að grenja eitthvað, Hann eitthvað, he's a fucking liar, og hann situr hana, Natasha, that is my line. Þú veist, ég var hann bara, Raymond, Nei, líka Reymurinn gerir þetta allt bara. You are as fake as a Louis Vuitton bag from China. já, þú veist, lendið reyfrildi við konu sem hann er með í pari. Ekki svo maður sé hvað hún pirraði mig, sko. Ég Já, er bara fyrst, búin að hún er horfa bara á búin einn að þátt, vaksa á mig, sko. Ég veit að hún er bara, Út af hún ákvað bara að vera með Davide. já, Ég fíla það. Hver? ekki Þú. svo. Hún það- byrjaði með Davide. Og er það nýgjala? Nei, hún kom snemma, sko. Ok, ég er bara búin með eitt þátt. Já, ok. Smá spóil. Hún byrjaði með Davide. Ok. Svo Fór yfir í Jay. Svo byrjaði hún að hitta annan gæja. Fyrir bakvið hans, Bak lögu hann. við hann, lauga á honum og eitthvað. Og hann var pirraður. Hún eitthvað, hvað geti ég þá? You're an actress, you're a liar, you Hver deserve an myndi Oscar. halda fram hjá Davide? Já. Einmitt. En Hefur bíddu, þessi fucking og svo gæði. hættur, og Davide segir við hann bara gangi ég vel. Svo fer hún aftur í annan gæja. Og Kemur sér aftur. aftur til Davide. Hún eitthvað, ég held að við höfum eitthvað sérstæð. Og Davide eitthvað, sure. En þau eru samt bara búin að vera fín núna. Já, þau eru bara hjónin, sko. Sástu þáttinn á fyrstæðin? Já. Sá Ég það. þáttu fyrir, spenntur fyrir þessum í kvöld. spenntur, sko. En veistu hvað, bara með hverjum skilnaðum þá vaksaði. Ég segi það. Þau eru eins og, það er eins og þessu búin að Telma vera er gift bara svo lengi. Telma er bara komin svona sideline núna meðan ég og Eigum Andri við að taka aðra spurningu? Love Island. Nei, ég er bara að fylgjast með. Ég Já, er bara ok. spennt. Ég gæti tala um Love Island. Við hvað getum lengi. tekið 2 tíma podcastinn að tala um það. Eigum við Og ég actually get bara hort á. Eigum við að gera bara Love Island podcast. Byrjum það. Ekki núna, sko. Nei, bara fyrir næsta þátt. Bara einhvern tíma, sko. Ég er bara til í Hvað með bara í lok Lofaland? bara Love Island after show. Já. Með Óla og andra. Ég er til. Og Telma horfir á. Ef þú nærð að horfa á seríuna, Ok, ég skal bara fara heim og horfa. eins gott fyrir. ertu með ITV2? ITV? Hvað Ég er ertu að ekki horfa? með. Ég er að horfa á Dailymotion, sko. Ég næ ekki að horfa beint þegar þáttunum kemur. Ég horfa á hann live, sko. Ertu með VPN eða? Já. Já, ég er ekki þar. Eitthvað frítt VPN saman, sko. Já, ok. Mjög það. Betternet. Nei, ég veit ekki svona. Það heitir, ok, það stendur ekki eins og ný. Alltaf að. Er þetta þannig brós... Varstu með hvíti eitthvað fleiri bróskallinn spurningar? að taka? Hraðspurningar. Þetta er eitthvað svona. Ó, þetta er ekki Betternet. Ég er ekki með fleiri hraðspurningar. Ok, gott. Út af við hættum eiginlega í hraðspurningum. Já, Já. við byrjum að tala um Love Island og fullu. En, já, Þetta eru geggjað hættir. þetta eru... Veistu hvernig Love Island eru búinir til? Núna verður amazed. Þeir eru með 80 myndavélar. Voru ekki með 52 inn í húsinu? 50, ég veit ekki. Þeir eru með 80 til 100 myndavélar. Segjum það. Ég veit. Og þeir búið til 1:50 mínúna þátt, stundum lengra, á einum degi í allt sumar. Já, ég frétti það í gær. Nema lögðum. Nei, það er líka, það er þáttur, þetta er bara til að Já. náu að, svo ég missi ekki af lestinni. Ég er þetta ekki, þú veist, þetta, Lögðar eru Þetta er tekið- uncut scenes. já, þetta er tekið upp, þú veist, á föstudegi, sýnt á lögati, lögadagurinn sýndur á sunnudegi, eða þú veist. Þetta er svona 2-3 dögum eftir á, en svo Já. þátturinn sem, ég ætla ekki að spoila fyrir Telmu, en þátturinn sem gæinn fór heim, hana, Sorglegu þáttur. mjög sorglega þáttur, þetta er fyrst sem ég á næstu búin að fara að grenja við Love Island, sko. Ég nefnilega líka. Ég Ég var bjóst bara- ekki við því. What the fuck? Hann fór heim á sunnudegi. Please ekki sem er að lúka, Ég er bara að tala. Hann fór heim á sunnudegi. hann er svo og heitur. Hann er með fór- tattoo. Hann fór heim á sunnudegi, en þátturinn var sýndur á þriðjudegi. Já. Og hann þurfti að vera í einhverju, þú veist, einhverju íbúðu eitthvað hana rétt hjá. Með 2 security guardum fyrir utan það. Mátti ekki vera með neitt síma eða neitt. Þá til að þátturinn var sýndur og þá mátti hann fara heim. Greið að grenja kottan, sko. Það hefur verið ekki grenja. En hann var með sjónvarp. Ekki grenja? Ég var að lesa viðtal við hann. Hann náði að nota neti í sjónvarpinu og að googla sjálfan sig. Og hann var að horfa á þættina, Með. Casa Amor þættina hana. Og hann sagði, ég er ekki að fara að horfa, ég er aldrei að fara að horfa á þetta aftur. Hann fokkaði náttúrulega upp. Já. Ok, En- höldum allavega. áfram. Ég er Við bara að gætum verið geispa. í svona 2 tími viðbútt að tala um Love Island. Rétt. Ég var að afsækja, ég var að geispa, sko. Af því ég veit ekki hvað er í gangi. Seinasta Love Island spurningin. Hvaða... Ertu búin að sitja á það á Coolbet? Nei, ég gerði það ekki. Það er náttúrulega ekki eins og David eru favorites. Fyrst þegar hann að stuðlarinn kom á Coolbet, sjálf þetta Coolbet,
þá var stuðlinn á Jax og Paige að vinna 2,2. Ha? Luka og Gemma voru 7 og David og Ekkinsu voru 10. Eitthvað svona þannig. Þau eru efst núna. Já. Þetta Og mér langar náttúrulega bara að sitja á því sem safe bet. En þau eru bara alls ekki safe bet. Luka og Gemma. Nei, David og Ekkinsu. Ég held að Luka og Gemma eru mest safe bet sko. En samt Já. ekki. Stuðlinn var 4. Ertu búin að sjá, það var að koma áðan, þannig að læka vídeoð mitt núna á TikTok. Já, ég var ekki búin að sjá það. Bara núna. Nei, Því ég fekk bara ná. nei. Bara áðan þess að þú sagði mér að kíkja á TikTok af því ég var ekki búin að kíkja það. Ó, ok. Það var að koma svona first look og það er smá drama á milli Luka og Gemmu. Já, mér datt það í hug. En ég meina, Mér finnst þetta að hann ætti frekar að vera pyrrur út í Billy. hann er meira pyrrur út í hann. Já, hlutar. En hann getur verið meira pyrrur, hann getur verið pyrrur út í hann og það hún var að ljúga á honum. Já. Höldum áfram bara með lífið, ok? Seinasta Love núna, mér er skaman að horfa á þetta live út af því að þá getur við verið á Twitter á meðan að sjá all mýminu komið. Það er ekki. Ég kíkja alltaf á það eftir á. Já. Það var einhvers að segja að maður getur heyrt í vælunum í Tessa frá, sko, sjónvarpinu. Alright, hafði ég eitthvað loka orð? Eða vil ég segja eitthvað meira? Love Island. Nei. Hann er ekki fan of Love Island. Jú, Ég ég vil er bara bara- búin með eitt þátt, ég veit ekkert hvað er að tala um. En, Horfðu á þetta í kvöld, bara binge-watcha þetta núna. ok, ég þarf þá að taka svona smá auka skamta á THT-ljónum Já, mínum. gerðu þetta. Nei, ég ætla ekki að gera Overdosað af þeim. það. Mér langar samt bara að þakka sponsum þáttarins. Já, Coolbet merch, geggjaða peysur. Ég þarf þess að rauðu, sko. Þessi rauða er mjög þægileg. Já, svörtu. Ég sé bara að þetta er miklu stærri en mín peysa. Þetta er medium. Er þetta medium? Þetta er medium. Ég held að mín er líka medium. Ég veit það ekki. Alla, Börsleðslum okkar og partybúin fyrir þess að geggjuðu Ólafsblöður Þú er svo sætur, Ólafur. sem Telma stál. Nei, ég meina ekki. Ég borgaði fyrir þetta. Já. Við borgum fyrir allt. Er það ekki? Já. Heyrðu, góðan dag, við sjáumst Takk á vikudeginni. fyrir. Bless. Ok, bye.